Komiði sæl. Hér hefjum við kryddsíld á síðasta degi ársins sem færði okkur erfiðleika, sorg, en líka seiglu og samstöðu og nú í blálokin bóluefni og vonina að nýtt ár fari nú okkur mildari höndum. Við verðum í grunninn á hefðbundnum nótum þótt við höfum að sjálfsögðu aðlagað okkur óhefðbundnum aðstæðum. Forystufólk flokkana sest hérna með okkur hjá Erlu og Þóri. Við kynnum val fréttastofu á manni ársins, lítum yfir liðna árið á okkar vísu og brjótum þetta svo upp með ljúfri röddu söngkonu sem sló svo rækilega í gegn á árinu. Þið þekkið hana, hún heitir Bríet. Og þá ekki eftir neina að bíða yfir til ykkar Erla og Þórir. Já, komið þið sæl og við bjóðum forystumenn flokkana velkomna í kryddsíld stöðvar 2. Hér eru 2 metrar á milli manna eins og þið sjáið. Það að ráðum sóttvarnalæknis að sjálfsögðu og við höfum haft ráðgjafa frá sóttvarnalækni með okkur, með í ráðum til þess að þetta fari nú allt rétt fram því að hér eru jú forystumenn íslensku flokkana og ætla að taka þátt í þessari árlegu en leið dálítið sérstöku kryddsíld. Já, sóttvarnirnar hafa litað líf okkar núna síðasta árið og jólahaldið og búið til ný viðmið hvað má og hvað má ekki, hvað sé ásættanleg hegðun og hvað ekki. Og við skulum bara byrja á þessu, Bjarni. Þú lentir, kynntist þessu á Þorláksmessu kvöld. Ný viðmiðum reglur og hvað má ekki. Þetta hlýtur að hafa litað jólahaldi hjá þér. Það gerir það svolítið, já, það gerir það. Og ég held að hafa nú margt verið sagt það mál sem að enga skoðun stenst, en vonandi farið að skýrast aðeins betur núna. En þú baðst afsökunar á svona dómgreindarleysið þínu að vera þarna áfram. Þú stendur við þá afsökun, ekki satt? Ég man ekki eftir að hafa sagt það. Það sem ég baðst afsökunar á var að hafa ekki tekið nægilega vel eftir aðstæðum og að ég hefði mátt yfirgefa svæðið fyrr. Já, sumir kalla það kannski dómgreindarleysi eða bara að vera ekki nógu vakandi fyrir sóttvarnareglum. Minnihlutinn, stjórnarandstaðan bað að þing yrði kallað saman til þess að ræða þessi mál. Þórhildur Sunna, það fékkst ekki í gegn. Eitthvað sem þú vilt þá bara segja hér? Já, stjórnarmeirihlutinn taldi ekki stemningu fyrir því að þing komið saman. Það kom fram frá þingflokksformanni Vinstri grænna. Auðvitað var ekki stemning fyrir því í stjórnarliðinu að tala einmitt dómgreindarleysi fjármálaráðherra. En okkur fannst það engu síður nauðsynlegt. Samfylkingin lagði þetta til og þetta studdi við það. Og það voru vissulega vonbrigði að sjá að Alþingi var ekki reiðubúið til að koma saman til þess að ræða hvaða afleiðingar þetta geti haft fyrir til dæmis mögulegt partístand í kvöld. Í þessum samkomutakmörkunum sem eru nú ekkert sérstaklega nýjar af nálinni, heldur höfum við búið við þær síðan í apríl. Þannig að við ættum nú öll að vera orðið nokkuð kunnug því að 40 mann saman í einu rými grímulaus einhvers konar samkoma og það ekki nóg að selja ykkur málverk til þess að svoleiðis partí sé í lagi. Þið buðu líka fram að Bjarni stígi til hliðar einfallega og styðja þá stjórn Framsóknar og Vinstri grænna. Það eitthvað sem að stjórnarandstaðan öll getur tekið undir, Logi? Hvað segir þú? Ég hef verið býsna skýr með það að ég tel að næsta ríkisstjórn þarf að vera án Sjálfstæðisflokksins. Það þarf að vera græn félagshyggjustjórn sem verður mynduð að loknum næstu kosningu. Formenn hinna stjórnarflokkana lýstu því bara mjög afdráttarlaust yfir að þau styddu formann Sjálfstæðisflokksins í hans afglöpum og ég teldi miklu betur að það þó bara boðað til kosninga fyrr og við gætum myndað stjórn slíka græna félagshyggju. Ég hef ekki stutt fjármálastefnu, fjármálaáætlun eða fjárlög þessara ríkisstjórnar með Bjarna Benediktsson fjármálaráðherra og ég styð ekki heldur þessa ríkisstjórn án Bjarna Benediktssonar. Þorgerður Katrín, stuðaði þetta þig, Þorláksmessu kvöldið og stuðningur, afdráttarlaus stuðningur við Bjarna innan stjórnarflokkana? Já, allavega fyrir það fyrsta að það getur öllum orðið á mistök. Ég veit það bara manna best og menn verða... Þú fórst í golf? Já, ég fór í golf, ég held að sé frægasti golfhringur allavega ársins. Ég gerði það og ég get ekkert verið að kenna það einhverju verslunarferð eða farin í dagbók lögreglunnar eða eitthvað, þetta var bara hrein og klár mín mistök. Það hafa alls konar orð fallið Þorláksmessu kvöld, gott að vel, mér finnst Bjarni hafa gefið ákveðnar útskýringar á því. Hins vegar finnst mér svona eftir á svona ákveðnir hlutir af hálfu til dæmis forsætisráðherra, hún talar að það þurfi að byggja upp traust eftir þessa verslunarferð.
Þannig að það sem að við, sko, þjóðin má ekki þarf ekki á að halda að við eyðum tíma í eitthvað sáttaferli á milli stjórnarflokkana. Hún sagði, forsætisráðherra sem kemur hérna á eftir, hún sagði að traustið skaddað. Þá þarf væntanlega að vinna upp það traust. Við höfum ekki efni á því að eyða tíma í það. Við þurfum að fara hérna í endurbyggingarfasa, viðreisnarfasa, endurreisnarfasa. Og þess vegna held ég og hef sagt að við eigum frekar að kjósa sem fyrst. Allt tala minnihlutastjórn með fullri virðingu fyrir Pírötum. Ég ber mikla virðingu fyrir því að þeir hafa sett þetta fram. Ég hins vegar ósammála þeirri nálgun. Við eigum einfaldlega að leyfa kjósendum, almenningi á landinu að taka afstöðu nákvæmlega til þessarar ríkisstjórnar og hvað síðan boðið upp, og það þarf skýra stefnu, það þarf að horfa lengra heldur en bara einhver 1-2 ár fram á við, það þarf að horfa lengra. Sigurður Ingi, það búin að vera stanslaus áróður gegn hópamyndum og það ríkisstjórn þessara 3 flokka sem eru staðið fyrir þeim áróðri. Þá ekki bara býsna alvarlegt þegar að menn eru staddir í hópum og eru að, sniðganga eða fara ekki eftir sóttvarnaráðum? Já, ég hef nú tjáð mig þetta og ég hef líka sagt að við þurfum að horfa á stóru myndina, aðalatriðið, og það sú staðreynd að ríkisstjórnin búin að standa sig mjög vel í þessu verkefni, Alþingi reyndar allt og allir landsmenn að sjálfsögðu, og núna erum við komin inn í fasa þar sem við erum að komast að staði í bólusetninguna, leiðina út. Við erum með augun á þeim bolta hvernig það gert best og ég hef sagt að það skiptir máli að við klárum það verkefni og svo göngum við til kosninga næsta haust og þá leggjum við okkar vinnu og mál og allar uppákomur sem hafa komið upp í dóm kjósenda. Sigmundur, þú vildir líka þingirði kalla saman og vildir þú þá ræða þetta Þorláksmessukvöld og mögulega að Bjarni myndi segja af sér eða það þín skoðun? Nei, það kom til löngu áður. Við töldum mikilvægt að þingið kemur saman milli jóla og nýjárs til þess að ræða stöðuna sem uppkomin með bóluefni, sem að mér finnst vera stóra málið núna. Og við sjáum fréttir í dag af því að hugsanlega verði aðeins örlítið brot þjóðarinnar bólusett fyrir lok ársins, haft eftir Helgi Kára Stefánsson í Fréttablaðinu, sem náttúrulega mjög alvarlegt mál. Á sama tíma við sjáum nágranni þjóðir eins og Breta sérstaklega, nýgengnir úr Evrópusambandinu, nýta frelsi sitt, sjálfstæði, til þess að hefja bólusetningar á undan öðrum. En hér höfum við einhvern veginn dregist inn í Evrópusambandskerfið sem ekki að virka. Og mikið búið að skrifa það í erlendu fjölmiðlum að Evrópusambandið hafi gjörsamlega klúðrað þessum bólusetningamálum. Við, ríkisstjórnin, ákvað einhverja hluta vegna að elta ESB í þessu í staðis að nýta þau tækifæri sem felast í því að Ísland sé sjálfstætt land og með mikil tækifæri til þess að vera svona brautryðjandi í bólusetningamálum. Þannig að það finnst mér vera stóra málið núna, að laga stöðuna með bólusetningu og þegar maður heyrir mann sem var settur í það hlutverk meðal annarra að útvega bóluefni, lýsa stöðunni þannig að aðeins brot af þjóðinni verði bólusett með næstu áramót, þá það mjög stórt vandamál sem við þurfum að taka á. Inga, þú vildir fá þing saman sömuleiðis. Hvað vildir þú tala um? Ég vildi náttúrulega tala um þessa uppákomu sem við erum að tala um hér, hvernig í rauninni æðstu embættismenn geta gengið fram eins og hæstvirtur fjármálaráðherra Bjarni Benediktsson gerði á sínum tíma. Ég kunni að meta það sem Bjarni gerði í upphafi, það sem hann sýndi iðrun og auðmýkt og það var í rauninni það voru skilaboðin sem við fengum til okkar fyrst. Svo þegar fara að sópa inn almannatenglunum og fara að snúa vörn í sókn og ætla að fara að halda sókn sé besta vörnin gagnvart svona mistökum, tel ég ránt, ætla að skjóta sendiboðan eins og í þessu tilviki lögregluna. Minni mann sérstaklega á Klausturmálið fræga þar sem að konan sem situr þarna og tekur upp þann óhróðu sem þar fór fram, það átti að draga hana niður í svaðið. Ég meina þetta minni bara, þetta svona ákveðin trumpismi sem ég kann ekki við og ég kann ekki við að skjóta sendiboðan og ég hefði sennilega ekki tjáð mig eins og ég gerði eftir á ef að Bjarni hefði haldið áfram á þeirri vegferð sem hann var í upphafi, beint frá sínu hjarta virtist vera og hans viðbrögð til að byrja með. Mér þótti þau eðlileg og sanngjörn og ég held að í því hefði falist fyrirgefning.
En þegar að komið inn með svona að láta knéfylgja kviði og ætla að skjóta sendiboð og annað slíkt, þá ég ekki sátt. Það nokkuð ljóst. Bjarni, svo við klárum bara þessi sóttvarnamál. 3 ráðherrar Sjálfstæðisflokksins hafa þurft að biðjast afsökunar á árinu. 1 fyrir að láta þyrlu Landhelgisgæslunnar skutla sér, 2 fyrir hópamyndanir. Þetta hlýtur að vera óþægilegt og það kosninga á framöndan. Ég held að það skipti meira máli að fara rétt með, horfa á staðreyndir og líka fyrir ykkur í fréttastofunum. Þú varst að segja hérna rétt áðan, ekki dómgreindarskortur að vera stattur þar sem 40 manns með að koma saman. Þetta var þín orð. Nú þessi staður með rekstrarleyfi og hann segist hafa leyfi fyrir 50 manns. Skiptir þetta máli inn í umræðuna eða á bara að halda áfram að hjakkast á röngum upplýsingum? Skiptir það máli að þið voru Skiptir það einhverju máli? Leið þú mér aðeins að tala. Þú ert búin að segja nóg. Málið það að þegar við erum stödd í svona viðkvæmu ástandi eins og við erum vissulega stödd í, þá verðum við að geta tekið málefnilega umræðu byggða á réttum upplýsingum. Og það auðvitað ótrúlegt að sitja hér í dýpstu efnahagslægð sem við höfum verið stödd í, dagana sem að bóluefni að koma til landsins, að hlusta á það að stjórnarandstaðan sé að kalla eftir sumir þeirra, þingfundi til þess að ræða samkomu í húsi hér í bæ. En ekki þessi stóru viðfangsefni. Ég ber virðingu fyrir því sem Sigmundur Davíð segir. Við þurfum að fá þessar upplýsingar fram og skilja hvernig við náum að bólusetja þjóðina. Þetta eru stóru pólitísku málin. Ég hef setið lengi í ríkisstjórn og ég hefði haldið að menn hefðu eitthvað þessi stefnumál sem ég hef staðið fyrir að segja. En væri ekki að sitja hér að kalla eftir þingfundi sem aldrei kallaður saman nema til þess að taka ákvarðanir. Menn kalla ekki þing saman til þess að fara að spjalla, til þess að taka eitthvað mál til umræðu. Menn hafa alveg næg tækifæri til þess að ræða mál alls staðar annars staðar heldur en að gera það inn í þingsal. Þing kallað saman til þess að taka ákvarðanir. Og ef menn hafa ekkert allar þær ákvarðanir sem við höfum verið að taka á þessu ári að segja og vilja eyða tímanum í þetta mál sem hefur fengið alla athygli í heila viku, þá segi ég bara aumir þeirra pólitík. Þetta reyndar alveg ótrúlegt. Vegna þess að 30. október sagði fjármálaráðherra sjálfur þegar hann var að biðla til fólks að fara eftir ítrustu sóttvarnaaðgerðum. Það áfram að það væri ekki hægt að skilja þessa 2 þætti að vegna þess að árangur í sóttvarnum væri forsenda fyrir árangri í efnahagslífinu. Og við erum að ná árangri á báðum stöðum. Við höfum séð meðal annars frá Englandi þegar að Dominic Cummings, ráðgjafi Borisar Johnson, braut sóttvarnalög, að það hafði þau áhrif að fólk fór að slá slöku við og það hleypti af stað niður í bylgju. Og það einfaldlega þetta sem ekki bara hlutverk Alþingis, heldur skylda Alþingis að ræða og það þýðir ekki fyrir fjármálaráðherra að vera einhvern veginn að tala eins og þetta sé sitt hvort hluturinn og við verðum auðvitað bara að gera stóran greinarmun á einstaklingnum Bjarna Benediktssyni eða fjármálaráðherranum Bjarna Benediktssyni sem einn af oddvitum ríkisstjórnarinnar situr mjög íþyngjandi kröfu á almenning, jafnvel ungt fólk sem ekki í áhættuhópi. Ég búin að svara fyrir þetta margoft og ég hef tekið undir þau sjónarmið að það skipti öllu máli að halda áfram í samstöðunum. Þetta allt saman hárrétt. Það breytir því ekki. Þing ekki kallað saman, hefur aldrei í sögunni verið kallað saman til þess að ræða bara svona saman. Bara því að fólk vil fá einhverja umræðu. Þetta bara ekki gert. Engin hefð fyrir því. Og það ekki vegna þess að við óttust ekki þá umræðu. Þetta bara sögulegar staðreyndir sem ég að fara hérna með. Þess vegna, það gott að heyra þetta og ég tek vissulega undir með Bjarna hvað þetta varðar, að það þarf við í Viðreisn, við vildum fá fundin á milli jól og nýjárs einmitt til þess að ræða bóluefni sem stóra málið og ég hef verulegar áhyggjur af því, meðal annars í ljósi fréttadagsins og það náttúrulega bara skondið að heyra Sigmund Davíð sem kemur ekki óvart að hann ætlar að sparka svolítið í Evrópusambandi. Í eina röndina þá veljum við að vera í samfloti og svo í hina röndina á að sparka í. En allar aðrar Evrópuþjóðir þær hafa valið það að koma til viðbótar með sín sjálfstæðu markmið, til viðbótar við það sem Evrópusambandið að gera. Hitt síðan að ég fagna því sem að Bjarni að segja því að við í Viðreisn við lögðum sérstaka áherslu á það, gott og vel, við fáum ekki þingfundin bóluefnið og dagsetningar og sviðsmyndir sem að ríkisstjórninni gjörsamlega fyrirmunað að leggja fyrir almenning. Að við báðum minnisblaðið það
annars vegar afhendingarmagnið og hins vegar tímalínuna og miðað við það sem Bjarni er að segja, þá held ég að það verði nokkuð auðvelt að fá það. Fáðu ekki þingfundinn, en þið fáðu kryddsíld og þetta er kannski áður en við höldum áfram. Sigurður Ingi, kem til þín rétt á eftir. Þá skulum við fara yfir það sem var að gerast á árinu. Það var ýmislegt fleira heldur en það sem gerðist á Þorláksmessu kvöld. Og við skulum rifja örstutt upp helstu mál ársins. Það allt á floti allstaðar. Svo eins og sjá má þá hefur ansi mikið gengið á því grjóti skolaði hér yfir, risagrjóti skolaði yfir á götuna þegar öldurnar börðu á varnargarðinum. Og ég, dálítið vitlaus, opna og það flæðir inn í næja loka. Við stofugluggan þú. Fjöldi einstaklinga sem greinst hefur með hinn dularfulla korónavírus þrefaldaðist helgina. Það engin ástæða til að vera með einhverja sérstakar aðgerðir gagnvart Kínverjum eða öðrum ferðamönnum eins og staðan er núna. Ég lít á þessum forréttindi að fá að éta orð mín ofan í mig og segja ykkur að jú, við ætlum að fara af stað og við ætlum að skima og við ætlum að raðgreina þessa veiru þar sem hún finnst. Þau tímamót hafa nú orðið að sóttvarnalæknir hefur sent heilbrigðisráðherra erindi með tillögu samkomubann, en þetta í fyrsta sinn í lýðveldissögunni sem slík ráðstöfun lögð til. Sæll Guðmundur, hvernig hefurðu það í dag? Vertu ekki að horfa svona alltaf á mig, ef þú meinar ekki neitt með því. There have been endless complaints about the conditions in which immigrants live here, and nobody does anything about it. Kannski 60% af okkar gestum núna eru Íslendingar. Við komin á þann stað að það þarf að grípa til mjög afgerandi aðgerða. We did it, Joe. You're gonna be the next president of the United States. Veiran andstæðingurinn. Hún ógeðslega þreytandi. Var hægt að koma í veg fyrir sýkinguna? Nei, líklega ekki. Út! Við getum hafið bólusetningar á fyrstu vikum nýs árs það bil á fyrsta ársfjórðungi. Ég skil vel vonbrigði margra með að ég sé staddur í aðstæðum þar sem að sóttvarnareglur eru ekki hafðar í heiðri. Já, þetta var ótrúlegt ár, fordæmalaust, ef það ekki orð ársins, þá veit ég ekki hvað. Og það kemst í sögubækurnar fyrir margar sakir. Hér var sögulegar efnahagsaðgerðir, sögulegt samkomubann, það var margt sögulegt sem gerðist. Og ég veit að það erfitt að svara því hvað eitt stendur upp úr árinu, en ég ætla samt að spyrja ykkur og fara hér hratt hringinn áður við tökum stutt hlé. Þórhildur Sunna, ég byrja á þér. Hvað stendur upp úr árinu svona við fyrstu hugsun? Trúin á mannkynið og samstöðuna og jákvæðina sem við getum nota til þess að drífa okkur áfram í að tryggja öryggi hvers annars. Að við séum flest þannig og garði gerð að við viljum vinna saman og gera vel við hvert annað og við séum tilbúin að fórna okkar eigin hagsmunum fyrir hagsmuni heildarinn, að við sjáum að þetta hægt og þetta gefur mig von til framtíðar að við getum tekist á við stærri verkefni sem að bíða okkar. Bjarni? Já, það auðvitað þrautseigja þjóðarinnar gegn alls konar áföllum. Ég meina, við höfum fengið hér snjóflóð og skriðuföll, við höfum upplifað jarðskjálfta og á tímabili hélt maður að það myndi koma eldgos líka og ofan í þetta heimsfaraldur, dýpstu efnahagslægð í heila öld, en við stöndum sterk og við stöndum saman og við það sem meira, við að ná gríðarlega góðum árangri sem að vekur athygli víða. Það tekið eftir því sem að gerast á Íslandi. Og það hlýtur þess vegna að standa upp úr að hvers konar aðstæður við getum tekist á við sem þjóð þegar við stöndum saman. Einmitt. Inga? Já, ég myndi nú segja það að það sem trjónið þarna á toppnum sé auðvitað COVID og okkar þrautseigja, þjóðin okkar, æðruleysið, samstaðan og eins og bæði, ég get tekið undir bæði með Bjarna og auðvitað Þórhildi Sunnu. Við búin að reyna ýmislegt fleira eins og gengur að gerist á okkar góða landi heldur en COVID, en auðvitað hlýtur það náttúrulega alltaf
að tróna á toppnum, en ég segi sjá samstöðu heilbrigðis starfsfólksins okkar, fórnfýsi allra og þess vegna í rauninni, þess vegna miðað við alla þá samstöðu og kærleika sem við höfum verið að sýna þá auðvitað byggjum við núna á voninni og því sem að koma núna endurreisnin eftir allt þetta hrun sem við erum að ganga í gegnum, en ég tel það að við stöndum sterkari en margir aðrir og við séum mjög samstíga og þess vegna segi ég það, auðvitað verður okkur öllum á mistök og þá kannski vísa ég hérna til sessunauta míns Hans Bjarna. Ég segi þetta á líka vera ár fyrirgefningar og samstöð og ég bara hvet okkur öll til þess að halda áfram á þeirri góðu vegferð sem við erum og ég hvet bara Bjarna eins og ég geri ofta áður, ég hvet hann bara til þess að fylgja því sem hann sagði þarna fyrst, ég hvet hann til þess að sýna auðmýkt og vera ekki komin í einhverja vörn og einhverja skel því að hann á ekkert heima þar og ég segi bara við erum öll sem eitt núna og þannig vildi ég gjarna sjá það til framtíðar þó ég vil náttúrulega alls ekkert sjá þessa ríkisstjórn á næsta kjörtímabili, það er ekki það sem ég er að segja. Sigurður Ingi, hvað segir þú? Já, þetta ár hefði án COVID sennilega verið svona sögulegt ár hvað varðar náttúruhamfarir, mikil veðurvíti og kannski minnir okkur á að það eru kannski ástæður fyrir því. Við erum náttúrulega að sjá núna hörmungar frá Noregi og við höfum séð á síðustu árum það verið að gerast oftar meðal annars þar, skriðuföll og væntanlega eru þetta nokkuð skýr merki áhrif loftslagsbreytingana, öfgar í veðri. En það er engin spurning að kórónuveiran alheimsfaraldur sem eru þetta eins konar náttúruhamfarir að þær hafa kallað fram margt það besta í mannkyni og framsóknarmaðurinn, samvinnumaðurinn eru auðvitað ánægður með það að eina leiðin til lausnar er samvinna fólks. Það var til dæmis gert með þessari ótrúlega hröðu þróun bóluefnis. Að þá í staðinn fyrir að loka sig af í hverju fyrirtæki þá deildu menn upplýsingum. Þau unnu saman og þess vegna tókst okkur svona hratt. Það hins vegar var ekki vitað hvaða bóluefni myndi koma hraðast. Og ef við hefðum ein og sér tekið ákvörðun í ágúst, september í fyrra, þá er ekki víst að við höfum veðjað á réttan hest. Þess vegna var væntanlega tekin ákvörðun að fylgja 500 milljóna markaði. Ég hins vegar verð að segja alveg svo að það er aldrei gott að vera háður þeim Evrópusambandinu. Af því að það er betra að standa á eigin fótum. En við gátum, það geta allir komið núna og sagt við hefðum átt að gera þetta og hitt. En það gat það enginn. Og á 10 mánuðum er búið að þróa bóluefni og ekki bara eitt heldur nokkur sem er að detta inn á næstu vikum og dögum sem að munu gjörbreyta þessu ástandi. En aftur til þess að takast á við framtíðina og þá þessar loftslagsbreytingar sem að ellegar munum við sjá fleiri svona kryddsíld frétta annála þar sem að veðrin eru að leika okkur illa, ekki bara á Íslandi heldur allan heim, að þá þurfum við líka að auka samvinnuna þar og læra af því hvernig við tókumst á við kórónuveiruna. Þorgerður Katrín. Já, kannski á svipuðum nótum og ég held að það sé líka kannski bara svolítið gott fyrir okkur í pólitíkinni að vera á svipuðum nótum hvað þetta varðar. Það árið byrjaði eins og hér hefur verið sagt á snjóflóðum á Flateyri, ýfði upp gömul sár og endaði á aurskriðum í Seyðisfirði og á milli var COVID og þá eru þessi orð þrautseigja, samstaða og útsjónarsemi og ég held einmitt að við höfum sýnt mikla útsjónarsemi í öllu þessum hremmingum okkar. Þetta hefur reynt á bæði ríkisstjórnina, þetta hefur reynt líka bara á pólitíkina og ég held að eftir þetta þá er ákallið ekki síst hjá almenningi ákveðin breytt stjórnmál. Að það er ekki bara, annarkvort eða svart eða hvítt, heldur að þetta svolítið bæði og ég held að það skipti gríðarlega miklu máli, þessi útsjónarsemi og samstaða okkar Íslendinga og síðan náttúrulega stóru verkefnin framundan sem við örugglega komum inn á eftir að það er hvernig við ætlum síðan að leysa úr þessu. Við þurftum að bregðast við með mikilli skuldsetningu ríkissjóðs
og þá þýða ekki gömlu hefðbundnu meðulin frá einhverjum framsóknar íhaldsflokkum. Við þurfum að þora að horfa lengra fram í tíman, fara í skipulagsbreytingar og fjölþjóðasamstarf. Og við ræðum það betur og eftir hvernig við ætlum að fara inn í nýja árið, en Sigmundur Davíð, við höfum að vera svona svolítið stuttorðan. Skal reyna. Takk. En það sem ég finnst standa upp úr þessi nýja tegunda bóluefnum, þessi sendiboða bóluefni svo kalluðu, sem að geta gjörbylt læknavísindum. Ef ég skil þetta rétt, sem ég gerir líklega ekki, þá virkar þetta þannig að sendiboðinn, bóluefnið, er sendur inn í líkamann og hann á að vill á sér heimildir. Hitta frumu og segja við frumuna að ég er með skilaboð frá höfuðstofunum. Þú átt að dulbúa þessum kórónuvera. Og fruman segir, kórónuvera, hvað er það? Hafðu ekki ágjörð því. Hér er uppskriftin, nákvæmlega hvernig þú gerir þetta. Hann gerir það, eða hún, fruman, svo kemur löggan, ónæmiskerfið, og hann tekur frumuna, tekur henni í yfirheyslu og rannsakar dulvargerðið. Þannig að þegar raunverulegi glæpamaðurinn, kórónuveran, mætir, þá segir löggan, við könnumst við þig og við kunnum að fást við þig. Tekur þær allar úr umferð. Þetta getur gjörbreytt í hvernig læknavísindin virka og nýst í baráttu við alls konar sjúkdóma. Ótal veirur, einfaldlega forrita sendiboðan, jafnvel krabbameinsfrumur. Þannig að þetta verður niðurstaðan af þessu ári, þá var þetta gott ár. Þrátt fyrir allar hörmungarnar sem við höfum gengið í gegnum. Við hlaupum yfir forsætisráðherra sem er ennþá á leiðinni gerir ráð fyrir. Já, hlaupum yfir einn. Þannig að, Logi. Já, ég held að þrátt fyrir þessa hugkvæmni sem að mannkynið býr yfir og Sigmundur Davíð talar þá lýsir þetta ár í rauninni kannski tvennu sem að ber bæði að sama brunni. Annars vegar hversu mannkynið, þrátt fyrir sína hæfileika, einhvern veginn viðkvæmt gagnvart stóra samhengjun. Við erum búin að upplifa allar þessar náttúruhamfarir, hugsanlega vegna loftslagsbreytinga. Við erum að fá þennan veirufaraldur, þannig að þetta verður að kenna okkur einhvern veginn að fara að umgangast náttúruna með öðrum hætti heldur við höfum gert. Og hér hafa nú flestir hrósað okkur fyrir samheldni og ég geri það líka, en við skulum ekki gleyma því að á meðan að við, þrátt fyrir allt, búum vel og höfum fengið mikið af bóluefni, að þá fátækasta fólki í heiminum sem algjörlega án svara. Og við þurfum að taka alþjóðlega samræðu það með hvaða hætti við ætlum að deila gæðum þessara jarðar. Á hinn bóginn, af því að við erum flokkspólitískir fulltrúar, þá held ég að þetta ár sýni afskaplega vel að mikilvægi samneyslunar, mikilvægi samstöðu, samhygðar, samhjálpar, mikilvægi ríkisvaldsins þegar svona óvæntir hlutir komu upp á algjörlega afgerandi. Þannig að öll mantra einkarekstur, markaðinn, að það leysi allt, það á ekki við. Við munum aldrei geta gert þetta nema öll saman. Og þið eruð hér fulltrúar pólitísku flokkana á þingi. Við ætlum að gera smá hlé, en síðan förum við yfir skoðanakönnun sem við gerðum og frumkynnum reyndar svör við einni spurningunni sem var mjög áhugaverð. Já, velkomin aftur og það eru kosningar næsta haust eins og hefur komið hér fram í þættinum. Við birtum í hádegisfréttum okkar nýja skoðanakönnun frá Maskínu fylgi flokkana. Og hér sjáið þið á skjánum niðurstöðurnar og til samanburðar eru skuggasúlur sem sýna niðurstöður alþingiskosninga 2017. Og ef við rennum hratt yfir þessa könnun, þá myndi Sjálfstæðisflokkur í dag frá 22,5%, Samfylkingin 17,2%, Viðreisn 12,2% og Vinstri græn eins 12,2%, Píratar 11,2%, Framsóknarflokkur 8,2%, Miðflokkur 7,6%, Flokkur fólksins 4,5% og Sósíalistaflokkur 4,4%. Það sést að fylgi stjórnarflokkana hefur minnkað talsvert frá kosningum og nokkuð minna en hefur komið áður fram í mælingum á þessu ári en Samfylking og Viðreisn bæta talsvert við sig en Flokkur fólksins samkvæmt þessu þurrkast út af þingi.
Maskína spurði líka fyrir okkur hvern af þessum 8 sem að hér eru inni fólk vil sjá sem forsætisráðherra eftir næstu kosningar. Könnunin var gerð dagana fyrir jól og síðan dagana eftir jól. Og niðurstöðurnar eru áhugaverðar. Það munaði nefnilega töluverðu á tölunum fyrir jól og eftir jól. Þarna sjáum við að fyrir jól sagðust tæplega 30% vilja Katrínu Jakobsdóttur sem forsætisráðherra en eftir jól lækkar stuðningur við Bjarna Benediktsson sem næsta forsætisráðherra meira en 4% stig. Stuðningurinn við að Katrín verði áfram forsætisráðherra afgerandi. Já, og Katrín, vertu velkomin til okkar. Gott að sjá þig. Sömuleiðis. Ef ég byrja bara á að... Biðst bara afsökunar á þessari seinkomu. Hér var röð óheppilegra atvika. Jæja. Mun ég fara nánar yfir það síðar. Einmitt. Samkvæmt þessu, þá vilja flestir hafa þig, Katrín, áfram í forsætisráðuneytinu, en það vilja ekki eins margir kjósa flokkiðinn. Hvað finnst þér þennan snúning? Þetta óheppilegt. Þér framboð næsta haust eða? Nei, ég bara þakka ykkur fyrir að minna þessa stuðningsmenn mína og það er mjög mikilvægt þá að kjósa flokkinn minn. Þannig að það er, ég nýti þetta tækifæri til þess að minna á hann ansi góður. Logi, en þinn flokkur, hann kemur nú ágætlega út úr þessu og þú sitt kannski ekki ofarlega á blaði yfir forsætisráðherra efni. Gætur hugsað þér Katrínu sem forsætisráðherra efni Samfylkingarinnar? Segðu Sko, ég hef sagt það að það skipti öllu máli að hér verði mynduð græn félagshyggjustjórn eftir kosningar. Mig langar að munstra mig á skútu sem að tekur nýjan kúrs og leitar á gjöful mið. Og hvort að ég verði bátsmaður, kokkur, stýrimaður eða eitthvað annað á þeirri skútu, það skiptir ekki höfuðmáli. Mitt verkefni er að mynda stjórn hugsjónur okkar jafnaðamanna og það munum við gera. Þú vilt frekar vera skipstjóri heldur en bátsmaður? Ég hef eiginlega aldrei einhvern veginn sóst eftir einhverju sérstöku hlutverki fyrir mig sjálfan. Ég er hins vegar öflugur liðsmaður, ég get unnið mjög vel með fólki og ég er sannfærður það að sama hvernig skipast á dugguna að þá munum við jafnaðarmenn ná töluverðum árangri eftir næstu kosningar. Sigmundur Davíð, hvernig líst þér á þessar tölur? Þær eru nú ekkit óskaplega háar fyrir þig og reyndar heldur ekki fyrir félagaðinn Sigurð Inga sem þarna er. Hvernig líst þér á þetta? Já, þessi maskína ykkar mælir okkur iðulega mjög lágt. Þannig ég hlýt að gleðast yfir því að við skulum hafa farið úr 5,9% í október á sama tíma og við vorum með 11-12% í öðrum könnunum upp í 7,6% hjá maskínu núna. Þannig að það er bara fínt. En hins vegar einsett ég mér fyrir held ég 10 árum síðan að reyna ekki að eltast við skoðanakannanir. Því ef menn gera það, þá þurfa menn að standa frammi fyrir líklega yfir 100 könnunum á kjörtímabili og það er erfitt að sýna stefnufestu við þær aðstæður. Þannig að auðvitað ánægilegt að sjá þessa hækkun hjá maskínu, eins svona sérstök og þessi könnun hvað það varðar, en aðalatriðið er að fyrir stjórnmálamenn að vera ekki elta kannanir. Bjarni, það kemur ekki fram þarna en í svona grunngögnunum bak við könnunina þá kemur fram að 50 hver kjósandi sem að vill kjósa Sjálfstæðisflokkinn 50 hver vill sjá Katrínu Jakobsdóttur sem forsætisráðherra en ekki þig. Því þetta að þú þurfir að halda fast í þessa fyrir næstu kosningar. Ég skal ekki segja. Ég held að lýsi bara ánægju með hennar störf og ég get lýst ánægju með hennar störf sjálfur. Við höfum átt gott samstarf, hún hefur verið sterkur leiðtogi fyrir ríkisstjórnina og eftir næstu kosningar þá ætlum við að láta málefnin vera framar öllu öðru, þar að segja við munum fara til kosninga með baráttumál fyrir landsmenn, fyrir þá sem að vilja treysta okkur fyrir atkvæði sínu sem við viljum ná í höfn. Og þess vegna er þetta í besta falli samkvæmisleikur sem við erum í hér í desember, 9 mánuðum fyrir kosningar, velta fyrir okkur hvers konar ríkisstjórn eða hvaða leiðtoga við fáum við þær aðstæður sem að skapast eftir kosningar. Það sem að mér hefur þótt afturför á undanförnum árum
í raun og veru það sem ég kalla sundrung stjórnmálana. Birtist okkur í þessum sal ágætlega, 8 formenn. Þetta sundrung stjórnmálana. 2 metrar á milli. Og hefur leitt til þess að það orðið mjög flókið að mynda ríkisstjórnir. Það hefur tekið langan tíma og þarf að gera mjög miklar málamiðlanir. Og hefur ekkert alltaf tekist mjög vel og veldur oft á tíðum spennu en ég held að okkur hafi tekist vel til við myndun þessara ríkisstjórnar að finna jafnvægi og skapa traust milli formannaflokkana og milli þingmannaflokkana til þess að sinna verkefnunum. Þannig að það bara svo langt til kosninga að mér í sjálfu sér næstu því sama hvað þessar kannanir segja í dag. Þessi könnun til dæmis segir að við séum með meira fylgi heldur en við höfðum í annarri könnun viku fyrir kosningarna 2016 þegar við fengum 29%. En þér jafn mikið sama þennan mun sem að kemur fram fyrir og eftir Þorláksmessu? Ég meina, hafið þið verið að fylgjast með fréttunum? Hafið þið séð eitthvað annan en þann sem situr hér í fréttunum? Og hafið þið séð eitthvað annað heldur en neikvæðar fréttir þann sem situr hér? Ég á skjáskot af vefsíðum þar sem eru kannski 9 af 10 fréttum neikvætt fjallað mig og verið að skrumskjala alls konar upplýsingar. Ég meina, ef að fólk hefur einhvern áhuga á því að vita hvernig fjölmiðlaumfjöllun getur haft áhrif á svona kannanir, þá ætti það að vita að mönnum hafi tekist að hreyfa einhver 4% í stuðningi við mig sem leiðtoga ríkisstjórnar. Það finnst mér í sjálfu sér bara ótrúlega lélegur árangur hjá öllum andstæðingum mínum. Og það alveg rétt þegar þetta auðvitað samkvæmisleikur en þetta líka stöðutaka. Inga, þetta ekkert sérstaklega góð stöðutaka kannski fyrir þig. Þú og Sósíalistaflokkurinn, þið eru þarna með þetta 4,5–4,6% og þar með ekki með mann á þing. Fyrir mína parta þá ég afskaplega ánægð með þetta frá maskinu sem hefur nú venjulega, við höfum nú ekki riðið feitum hesti þaðan frekar en frá flestum öðrum skoðanakönnunum. Ég segi nú svo Sigmundur Davíð, við gæti ekki verið meira sama heldur en skoðanakannanir á þessum tímapunkti þegar eftir heil meðganga í kosningar. En staðreyndin svo að Flokkur fólksins, hann hefur í rauninni aldrei mælst svona hár en svona mælast núna fyrir kjördag. Við vorum að fá kannski 3% þegar við fengum 6,9 upp úr kjörkössunum. Við vorum langt frá því að ná inn fulltrúa í borgina. Staðreyndin svo við tókum inn 4 menn á þing og við eigum öflugan og frábæran borgarfulltrúa. Þannig að ef raunin sú að eftirspurn eftir málsvara þeirra sem höllustum fæti standa í samfélaginu ekki meiri heldur en þessi könnun maskinu sýnir, þá þið engin glaðar í sínu hjarta heldur en ég, því það eingöngu þess vegna sem ég sitt hér til þess að vera málsvari þeirra sem að höllustum fæti standa og halda áfram að hrópa og kalla í æðsta ræðustól landsins þeirra stöðu, vekja þessa frábæru fulltrúa hér, formenn flokkana til beggja handa, vekja þau hreinlega til meðvitundar eins og okkur Guðmundi Inga hefur tekist, til meðvitundar raunverulega stöðu þúsunda Íslendinga. Þannig ég segi fyrir mína parta já, maskín að gera bara verulega vel við okkur núna með það sem að við höfum mátt þurfa að horfast í augu við bæði á kjördag 2017 þar sem við mældust minni mig með 3,2% en fengum 6,9% upp úr kjörkössunum. Þannig að stór hlut af okkar markhópi fullorðið fólk sem ekki í rauninni á vinsældalista og fer aldrei til dæmis á netkannanir eða neitt slíkt. Þannig að ég segi bara, hér eigum við fullt af fylgi, flæðandi, ósýnilegu fylgi sem að mun skila sér eftir 9 mánuði til okkar. Þannig að við munum ekki bara fara með 4 menn á þing næst. Það verður miklu öflugri flokkur fólksins sem mætir á Alþingi Íslendinga eftir næsta kjördag. Það bara mitt loforð. Sigurður Ingi, þú hlýtur að vilja meira en þetta. Já, ég auðvitað bara hundóanaður með mælingar. Þessi nú bara svona í stíl við það sem við höfum verið að mælast og finnst hann alls ekki vera mælikvarði á störf okkar og þetta sé þá miklu frekar, þó þetta sé vissulega samkvæmisleikur á þessum tíma, þá þetta einhvers konar stöðumæling. Það fyrsta sem fólki dettur í hug þegar það spurt og áskorun til mín og okkar framsóknarmanna að vera duglegri að segja frá öllu því góða sem við höfum gert og erum að fara að gera á næstu mánuðum fram á kosningum. Þannig að ég líti á þetta sem hvatningu fyrst og fremst og við munum taka henni
því að við munum ekki sett okkur við þetta upp á kjörkössunum. En þetta þó þetta sé vissulega samkvæmisleikur, þá þetta einhvers konar stöðutaka á það sem að kemur fyrst upp í huga fólks þegar það spurt. Já, þú mælist frekar neðarlega sem svona sá sem fólk vill sjá sem næsta forsætisráðherra. Ertu nokkuð fastur í skugganum með þessum tveimur? Það spurning. Ég ætti kannski að fara að olbúa mig eitthvað framar. Ég hef nú allavega líkamsburðin í það. Þorgerður, þú lítur að vera sátt við þessa niðurstöðu eða hvað? Já, ég get svo sem tekið eins og allir aðrir undir það að þetta ákveðin samkvæmisleikur, jú, en ég mjög þakklátt fyrir þessa miklu fylgisaukningu. Við erum að bæta mest við okkur frá síðustu kosningum, en það breytir ekki því að það allavega eins og staðan núna en langt í kosninga, það kann að breytast, það verði styttra, við sjáum hvað setur. En þetta svona ákveðin stuðningur við það sem við höfum verið að segja. Fólk greinilega treystir okkur fyrir því að það þarf að fara í ákveðna skipulagsbreytingar, í auka samkeppni, auka frelsi, sjávarútvegun, við þurfum að taka þar á ákveðnum málum og ekki síst fjölþjóðasamstarf. Við erum að leggja mikla áherslu á það að fara í umræðu, raunverulega umræðu, alvöru umræðu gjaldmiðilinn. En síðan það verið að benda hérna á 8 flokka. Mér finnst þetta náttúrulega frábært að fá að vera með þessu ágæta fólki sem við erum að vinna saman með. En sko, kjölfestan kemur ekki gegnum eitt flokk. Það ekki þannig. Og við erum búin að upplifa það hér hvað eftir annað á þessu kjörtímabili, að það ekki bara það að ráðherra til að mynda Sjálfstæðisflokksins, sem er alltaf verið að segja að sé kjölfestan, að þeir eru að hrökklast undan. Við erum að sjá þingmenn flokksins fara gegn stjórnarfrumvörpum, sérstaklega þegar náttúrulega varða kvenfrelsi, fara gegn stjórnarfrumvörpum sem eru skrifið inn í stjórnarsáttmálann. Og svo erum við að horfa á borgina, við erum með 3 eða 4 eða 5 sjálfstæðisflokka í borginni, þannig að það er mikill misskilningur að koma einhver kjölfesti gegnum eitt flokk. Þannig en það er þyngd í ákveðnu flokki. Þannig að það sem að fólki einfaldlega að biðja að stjórnmálin fúnkeri. Að flokkarnir, hvort sem við höfum langa sögu eða stutta, að við gerum það sem við þarf að gera fyrir fólkið okkar. Og þá ekkert verið að útiloka eitt eða annað. Við viljum öll vel hérna, en ekki vera að koma með eitthvað að bullum að það sé einhver kjölfesti í gegnum eitt flokk sem er kannski ríflega 80 ára gamall. Það ekki þannig, hann búinn að sýna Sjálfstæðisflokkurinn á þessu kjörtímabili að í mörgum málum hann bara einfaldlega ekki á vetur setjandi. Þannig að ég hvet til þess að bara svona taka þess til í skápnum og koma betur fram, sko. Já, Þórhildur Sunna, getur þú tekið undir þessi orð? Já, heldur betur, ég get það og ég verð að segja að orð Bjarna minna mig svolítið á orð þess sem var valinn maður ársins á markanum í Fréttablaðinu. Hann svona líkar ekki við samkeppni og 8 flokkar á Íslandi eru einfaldlega samkeppni atkvæði kjósenda. Það felst fjölbreytileiki í því og það er mikilvægt að hann fái að koma fram. Það hefur verið of lengi allt of einsleitur hópur sem stjórnar þessu landi sem telur sig yfir lög og reglur hafin og það er komið tími til þess að breyta til. Það er algjörlega á hreinu. En er það ekki rétt að það getur verið flókið og þessar málamyndanir og málamiðlanir, þið hafi ekki treyst ykkur til þess að gera slíkar málamyndanir sjálf? Við höfum treyst okkur til að gera mjög margar málamiðlanir. Einfaldlega ekki þær málamiðlanir að starfa með flokki sem hefur endurtekið sýnda að honum ekki treystandi fyrir valdi. Við erum hins vegar mjög tilbúin að gera málamiðlanir með flokkum sem að deila okkar sýn á framsækið samfélag sem að getur byggt á nýjum hugmyndum, nýsköpun, að við treystum einstaklingunum í landinu, að við hættum þessari fákeppni í atvinnulífinu sem að við búum við akkurat núna, að við dreifum eignarhaldi á auðlindanum okkar aðeins meira heldur en í gangi núna og að við lítum aðeins fram á veginn og undirbúum okkur fyrir framtíðina og til þess þurfum við ekki eldgamlan kjölfestuflokk sem hræddur við samkeppni. Við þurfum fólk sem er til í að vinna saman, er til í að gera málamiðlanir og það hlýtur að vera vilji til þess að gera málamiðlanir sem felst í því að nokkrir flokkar sé tilbúinir að vinna saman að umbótum á íslensku samfélagi. Katrín, þú hefur unnið með Bjarna og Sigurði Inga núna í þessi tæplega 4 ár og þér hefur liðið vel, hefur þú sagt. Getur þú hugsað þér að halda áfram með slíka stjórn? Ég meina, núverandi ríkisstjórn og nýverandi ríkisstjórnarsamstarf hefur gengið mjög vel og það var bæði vandað til þessi upphafi, það var töluverð vinna í stjórnarsáttmálann og það er mikið traust á milli leiðtoga þessara flokka og hefur verið. Þannig að auðvitað hefur það bara gengið ljómandi vel.
Ég ætla ekki að segja til hvernig næstu kosningar fara og þið voru nú að varpa hér upp mynd sem sýnir að við til að mynda erum ekki með sama fylgi og við vorum í síðustu kosningum. Þannig að auðvitað þurfum við bara líka að meta okkar stöðu út frá því hvernig okkur gengur. Ég auðvitað vonast til þess að fólk muni kunna meta það hvernig Vinstri-hreyfingin Grænt framboð hefur staðið að málum í þessari ríkisstjórn. Ekki bara varðandi þau mál sem við settum á oddinn inn í stjórnarsáttmála og hafa eitt af öðru orðið að veruleika, nú síðast lengt fæðingarorlof, mál sem við höfum lengi barist fyrir og skiptir okkur miklu máli og ég geti haldið áfram og lagst í langar upptalningar hér. En líka hvernig við höfum staðið okkur sem hreyfing og sem ríkisstjórn í þessum ótrúlegu aðstæðum sem hér hafa verið uppi allt þetta ár sem nú senn á enda. Sem auðvitað þetta skrítna hlutskipti stjórnmálana að við höfum öll í raun og veru þurft að takast á við algjörlega nýjar aðstæður. Og ég ætla að segja það hér að þetta síðasti dagur ársins og þetta allt gott fólk sem hér situr, að mér finnst íslensk stjórnmál hafa tekist mjög vel á við þetta ástand sem hér hefur verið uppi. Mér finnst fólk hafa nálgast þetta verkefni, þetta stóra verkefni sem það sem skiptir samfélagi máli, að gríðarlega mikilli ábyrgð. Þetta hefur ekki snúist okkur sjálf, þetta hefur snúist það að leysa þetta verkefni fyrir íslenskt samfélag. Alveg sama úr hvaða flokki við erum. En ég ætla að segja það að ég hef verið mjög ánægð með núverandi ríkisstjórnarsamstarf, mér finnst það hafa gengið vel og mér finnst það vera fyrst og fremst heiðarlegt okkar á milli. Og aðdragandi næstu kostninga verður náttúrulega þannig að það dálítið munur á því sem var fyrir 4 árum, heldur en núna þegar að þjóðarframleiðslan er að sunka, það er 12% atvinnuleysi og svo framvegis. En við kannski ræðum það aðeins á eftir vegna þess að það er komið að því að létta dálítið stemninguna, fá tónlist og síðan ætlum við að heiðra mann ársins að vali Fréttastofu Stöðvar 2 Vísis og Bylgjunnar. Sagði Þórir og við ætlum að gera það, við ætlum að skipta gír. Stjarna ársins hafa fleiri en einn og fleiri en tveir sagt Bríet. Hún sendi frá sér einlæga plötu á árinu sem þaut á toppinn og þar er meðal annars lag sem allir þekkja, Rólegur kúreki. Hérna er hún. Bara áfram veginn og gleymi þér sjálf hverju
sitta svo að horfa upp á stjörnubjartan yfir niður. En brosið á bláu augun dáleiða leið. Eitt augnaráð og ég á þig. En rálegur kúreki, gottinn aðstinum. Hvernig væri að líta inn á við? Þú ert ekki einn í heiminum. Hættu að skjóta mig niður. Þú ert ekki James Dean, því miður. Rálegur kúreki. Rálegur kúreki. Rálegur kúreki. Rálegur kúreki. Hættu að skjóta mig niður. Þú ert ekki James Dean, því miður. Rálegur kúreki. Rálegur kúreki. Rálegur kúreki. Rálegur kúreki. Jæja, sæl aftur innan við, það bil 9 tímar lifa nú af árinu 2020 og komið að hefðbundnum lið í Kryddsíld. Við kynnum val, fréttastofustöðvar 2, Vísis og Bylgjunnar á manni þessa fordæmalausa árs, eins og svo oft hefur verið sagt. Þóri Guðmundsson, ritstjóri, fylgir niðurstöðunni úr hlaði. Maður ársins var réttur maður á réttum tíma. Samhæfingarmiðstöð almannavarna var virkjuð í morgun vegna Wuhan-veirunnar. Allan heim þurftu stjórnvöld að bregðast við með hraði. Víða voru þjóðarleiðtogar í forystu. I forhold til smitterisikoen. And I learned so much about coronavirus. And one thing that's for certain, don't let it dominate you. Have yourselves a merry little Christmas. I'm afraid this year I do mean little. Hér á landi kom þríeykið svokallaða fram sem forystuafl í viðspyrnunni gegn veirunni í illskæðu og þau voru öll óþreytandi við að brýna landsmenn til að þvo sér hendur og halda fjarlægð frá næsta manni. Ég heiti Víðir Einsson, yfirlögregluþjónn hjá ríkislögreglustjóra. Með mér hérna í dag Þórólfur sóttvarnalæknir og Alma Möller landlæknir. Á endanum var það einn maður sem bar ábyrgð á íslensku aðferðinni í baráttunni við veiruna. Það þurfti leikstjórnanda í verkið. Hann tók ákveðinn kúrs og stjórnvöld biðu eftir því að hann skrifaði sín minnisblöð. Sóttvarnalæknir er ekki enn búin að skila tillögum sínum til heilbrigðisráðherra en liggur nú undir feldi til að fara yfir svona möguleikan í stöðinni. Útgöngubönn voru algeng annar staðar, ekki á Íslandi. Leikstjórnandinn var fastur fyrir. Það þýddi ekkert að malda í móinn. Hann spilaði sig og söng inn í hjörtu landsmanna. Stjórnvöld treystu honum, þjóðin treysti honum og hann treysti á að þjóðin færi að fyrirmælum. Undir lok árs var val fréttastofu stöðvar 2 Vísis og Bylgjunnar á manni ársins auðvelt. Maður ársins 2020 er Þórólfur Guðnason. Jæja Þórólfur, velkomin og til hamingju með þetta. Takk fyrir það. Spilaði sig og söngin í hjörtu landsmanna, sagði Þórir þarna. Já, ég meina það er náttúrulega vitað að tónlistin spilar mjög stóran part í þínu lífi. Leitaðu kannski bara í tónlistina þegar þú þurftir að hvíla þig á þessu ári?
Nei, ég gerði það nú raunar ekki. Ég hefði kannski betur gert meira af því en það bara gafst mjög lítill tími til, þannig ég notaði hvert tækifæri sem gafst og þegar mér var boðið að taka þátt þá greip ég það fegins hendi. Það ekki? Vísir okkar birti myndband í morgun af þér með vinum þínum í vinum og vandamönnum hljómsveitinni þar sem þið voruð að gera upp árið og þetta gamla ár og þar sagðir þú, ég hef elst meir en 15 ár. Er það sannleikurinn? Ég get nú ekki dæmt það sjálfur en ég hugsa að ég hef elst einhver tíma vantarlega en þetta var nú meira í gríni gert og gríni sagt heldur en í alvöru. Ég verð að klára hérna áður en að ég fer frá tónlistinni. Ég man eftir þér á sviði í Vestmannaeyjum svona fyrir rúmlega hálfri öld þegar þú varst í hljómsveitinni Töktum. En ég verð að spyrja þig það sem ég man ekki til að þú hafi verið spurður og hefur nú verið spurður á mörgu á þessu ári. Beatlarnir eða Rolling Stones? Það eru Beatlarnir. Já. Ekki spurning. Snúum okkur nú að vinum þínum í hérna þríeykinu, Víði og Ölmu, þetta þríeyki, þið hafið verið í fararbroddi og þessi aðferðafræði, það er einhver galdur í þessu. Þetta hefur vakið athygli langt út fyrir landsteinana, ekki satt? Ég veit það nú ekki, þetta var ekkert skrifað, ekkert handrit í þessu, þetta voru bara mjög góðir einstaklingar, gott fólk sem var þarna með okkur. Það var bæði Víðir og Alma og svo náttúrulega Rögnvaldur líka sem kom inn í og við bara smullum mjög vel saman og svo má ekki gleyma heldur fólkinu sem var bak við okkur, fólkinu inn á sóttvarnasviði, embættinu og hjá almannavörnum og allt þetta fólk í raun og veru á þennan heiður skilið, myndi ég segja. Stjórnvöld héldu sér til hlés og gáfu eiginlega vísindunum svona lausan tauminn. Myndirðu kannski segja að það mætti nota oftar í samfélaginu? Já, ég vil nú kannski ekkert endilega tjá mig það. Ég held að þetta er eitthvað sem menn þurfa að velta fyrir sér og eftir að ræða held ég, hvort þetta sé rétt aðferðafræði. Ég held að skipti kannski máli hvað máli snúast, sko. Þegar svona krísa kemur upp, þá má ekki verða menn að stíga saman og stíga bylgjuna og gera hlutina samstillt og tíminn er krúsíal í þessu, skiptir öllu máli. Þannig ég held og vil bara þakka stjórnvöldum sérstaklega vel fyrir hvernig þau hafa verið í gegnum alla þennan faraldur. Aldrei pressa eða átök eða... Ekki neitt að markið, menn náttúrulega ræða málin og það er alls konar sjónarmið sem kom upp en það er alltaf líkt að leitt og menn komast að niðurstöðu og það hefur bara gengið mjög vel, myndi ég segja. Mér langar svona, nú gerist býsna margt þessa dagana. Það er að koma bóluefni, fólk er orðið svona vongott að við fyrir bráðum að losna úr þessu. Getur þú dregið upp svolítið skýra mynd af því hvað gerist næstu mánuði og hvenær við verðum hugsanlega laus? Já, það er þessi fyrirsjáanleiki sem menn eru alltaf að biðja og sem er því bara miður ekki til. Nei. Því að eins og sagt margoft að veiran er ófyrirsjáanleg og þegar hún er það, þá eru aðgerðir gegn henni líka ófyrirsjáanlegar. Þannig að ég sé fram á það að eftir því sem getum farið að bólusetja meira og fleiri, þá getum við raunverulega slakað almennt á öllu og það er svona mín sýn. Hins vegar getum við ekki sagt hvenar það verður nákvæmlega með hvaða hætti vegna þess að við vitum á þessari stundu ekki nákvæmlega hvað við fáum mikið af bóluefni á hverjum tíma en það er búið að tryggja öllum Íslendingum bóluefni og ég held að sé við höfum að bara gleðast yfir því. Hvað er að frétta af samtali ykkar Kára við Pfizer? Nú er svolítið beðið eftir því hvort að hægt er að gera þetta svona rannsóknarverkefni og bólusetja þjóðina. Hvaða trú hefur það á því að það gangi eftir? Ég veit ekki hvað ég á að segja það á þessari stundu. Þetta er svona alltaf byrjunareit og þessar óformlegu viðræður eru svo sem hafa ekki skilað neinu þannig. Boltinn er hjá Pfizer núna og við erum bara að bíða eftir hvað þeir segja. Ég held að þetta sé hins vegar með kjöri tækifæri ekki bara til að tryggja okkur hratt bóluefni heldur líka til að svara sem spurningum í kringum bólusetninguna. Svara spurningum sem brenna á og svörin munu gagnast öllum heiminum og hvernig eiga nálgast svona verkefni. Og þannig að ég held við getum slegið marga flugur í einu höggi með því að gera þetta svona og vonandi bara mun það ganga en við verðum bara að bíða og sjá hvað gerist. Hvað ætlað þú að gera í kvöld, Þórólfur? Ég ætla bara að vera heima og því miður er ég hættur að skjóta upp rakettum og því að ég var í nefnd sem að fjallaði loftmengun áramótin og þannig að ég varð að draga í land og ég hef staðið við það og ég ætla að kveikja á einu litlu svona stjörnuljósi.
áramótaheit? Nei, bara að halda áfram og gefast ekki upp. Ég svona við áður en að ég gef þér frítt spil dálítið, þá svona til þess að þetta sé allt á hreinu, að þú ert maður ársins, að Fréttastofa hefur valið þig mann ársins 2020, þá hér svona skjal verulega innramað til þess að staðfesta þetta og svo hún Olga hérna með þennan glæsilega blómvönd, gjörðu svo vel. Takk fyrir, takk. En það hefur sem sé skapast svo hefð hér í Kryddsíld að maður ársins fái að beina einhverri fyrirspurn til forystufólksflokkana sem hér og gjörðu svo vel, hvað viltu segja? Já, takk fyrir það og bara gaman að sjá okkur. Ég held ég aldrei hef aldrei hitt forystumenn flokkarna svona á einu bretti í einu. En bara ég vil byrja á því að þakka alþingismönnum og alþingi og fyrir þann góða stuðning sem að þau hafa sýnt okkur sem hafa verið svona í framlínun að berjast við þessa veiru. Ég ekki viss að þið gerið ykkur grein fyrir hvað það mikilvægt fyrir okkur að finna stuðning og samstöðu frá alþingi og frá alþingismönnum þegar við stöndum í svona baráttu. Þannig að fyrir það vil ég þakka sérstaklega og ég vil kannski líka bara varpa þeirri spurningu til ykkar hvort að við munum ekki eiga von á álíka samstöðu frá ykkur á komandi ári. Við erum að fara inn í mjög erfiðan tíma þar sem að með bólusetningu og aðgerðir og ég vonast til þess að við fáum jafn góðan stuðning frá ykkur á næsta ári eins og höfum gert fram að þessu. Takk. Ég skal bara strax segja það að þetta samstarf hefur auðvitað gengið alveg ótrúlega vel. Við erum búin að náttúrulega eiga óteljandi fundi og ég var að rifja það hér upp með Þórólfi frammi þegar ég hringdi hann út af einhverju því það var verið ófá símtölin, hann er rosalega leiðinn á mér og þá sagði hann ég ætlaði nú að reyna að vera með konunni minn á Þingvöllum og þá sagði ég enn heppilegt, ég er líka á Þingvöllum og þá heyrði ég bara hvernig hjartaði hann sökk og hann sagði það er aldrei friður fyrir þessari konu. En samstarfið hefur gengið vel og eins og ég nefndi hérna áðan, þá hefur Alþingi sýnt ótrúlega ábyrgð í því að nálgast verkefni sem einhvern veginn hefur ekki snúist stjórnmálin heldur bara samfélagið og þjóðina. Þannig að ég ætla að segja við stöndum áfram saman í þessu. Kannski framhald af þessu, þetta svona þetta íslenska módel sem hefur vakið athygli, þríeykið, reiða sig á sérfræðinga. Var þetta meðvituð ákvörðun að láta þetta fólk vera þarna í forvígi, frekar heldur en stjórnmálumann, eða bara gerðist þetta einhvern veginn? Það var bara meðvituð ákvörðun að þessi faraldur ætti ekki að snúast stjórnmálamenn á Íslandi. Og síðan tók þríeykið auðvitað í raun og veru það upp að vera þríeyki og birtast saman sem ein heild. En það var meðvituð ákvörðun annars vegar að vinna þétt með vísindamönnum, þríeykinu og framlínu fólkinu og fleiri vísindamönnum og síðan íslenskri erfðagreiningu, spítalanum, öllum sem hafa komið að þessu og að láta þetta ekki snúast okkur. Einmitt. Og Bjarni, það hefur komið fram í þínum flokki, það er ekki allir sammála sóttvarnaraðgerðum og var það aldrei vafi hjá þér að standa bara 100% á bakvið þríeykið eða hefur þú þurft að gera málamiðlanir eða fara í mikil átök innan flokksins út af þessu? Ég hef ekki verið í neinum átökum í mínum flokki og hef verið mjög skýr með það að við höfum stutt aðgerðir þríeykisins eða þar að segja tillögur þeirra og sem eru á endanum auðvitað tillögur heilbrigðisráðherra. Það er ekki einu og öllu sem hefur verið farið eftir öllum tillögum þaðan en uppistöðu til 99% væntanlega, eitthvað svoleiðis. En minn flokkur er stór flokkur og það er fólk þar sem þorir að spyrja spurninga og ég held að það hefði dýpkað umræðuna og verið mjög hollt fyrir umræðuna hér á Íslandi að fá þessa spurninga fram og taka umræðu einmitt þau atriði. Síðan langar mér bara til að segja, ég held að ein af ástæðum þess að þetta þríeyki hefur náð svona miklum árangri og samhljómi með þjóðinni er hlutverk ríkislögreglustjóra í þessu starfi og það er vegna þess að þar er þessi mikla reynsla af samhæfingu ólíkra aðila þegar einhver utanaðsteðjandi áhætta eða vá sækir á okkur.
og þar þekkjum við þetta dæmin í sögunni, þar sem að samhæfingarmiðstöðin hefur komið við sögu og það er þessi ótrúlega þekking og reynsla af því að hafa yfirsýn, tengja ólíka aðila saman og miðla upplýsingu til fólks samstundis sem að ríkislögreglustjóri kemur með að borðinu, menn eiga ekki að venjast endilega á Landspítalanum eða hjá sóttvarnalækni eða hjá landlæknisembættinu, en það er ríkislögreglustjóri sem kemur með það þarna inn og ég held að við megum ekki vanmeta þann þátt að við höfum svo langa reynsla því að þurfa að fást við atburði þar sem að þessi hlutir þurfa allir að vera í lagi. Og það er alveg rétt því að viðbragðskerfið hér á Íslandi það byggir á samhæfingu, þess vegna heitir þetta samhæfingarstöð og hérna talum það í upphafi að þetta er búið að vera náttúruhamfara ár eins og þú segir og það er verið að samhæfa menn þar sem að menn koma víðsvegar að, þannig að þetta er áhugaverður punktur. En mér langar að spyrja þig, Inga, það voru ekki allir sammála alltaf allt sem átt að gera, þó að það kæmi frá þríhyggjunni. Fannst þér til dæmis og finnst þér en hafa verið mistök að opna landið fyrir ferðamönnum 15. júní? Já, mér finnst það hafa verið stórkostleg mistök og ég hef bara sagt það og ég stend við það. Það var 15. júní síðastliðið sem var tekin ákvörðun það að fara að flytja þessa veiru aftur inn að einhverju magni og við erum bara búin að ganga í gegnum alveg ótrúlega erfiða tíma í kjölfarið. Ég taldi ekki tímabært að til dæmis ætla að fara að staðsetja þessa veiru sem einhverja skammtíma veiru. Ég hefði viljað sjá ríkisstjórnina til dæmis líta aðeins lengra fram í tíman og gera ráð fyrir því versta en gleðjast þá ef að hlutirnir yrðu betri. Það var gjarnan sagt og alltaf sagt að við ættum að gera meira en minna. Mér þótti það ekki vera gert. Ég hefði bara viljað sjá nauðsynlega umferð, lífsnauðsynlega umferð Keflavíkurflugvöll og þar hefðu verið setta fram algjörlega ströngustu skilyrði sem hugsast getur. Ég hefði allan tíman og alltaf viljað láta samfélagið og fólki í landinu njóta vafans hvað varðar þessa veiru. Ég gerði mig strax grein fyrir því að minnsta kosti taldi mig nokkurn veginn miðað við þær upplýsingar sem voru að berast frá Wuhan á sínum tíma. Strax í febrúar ég fann að tala það inn í þinginu hvernig ætlum við að bregðast við. Við erum hugsanlega að horfa fram á faraldur sem á sér enga hliðstæðu en í rauninni var það við frekar dræmar undirtektir og sagan þrátt fyrir það að okkar smæð sem ég þakka eingöngu hvernig til tókst að það er okkar smæð og okkar landlega sem hefur þó minnstakosti orðið þess valdandi að við erum stödd þar sem við erum í dag og hlutirnir hafa tekist og þríeykið okkar, heilbrigðisstarfsfólkið, þjóðin öll. Þetta er náttúrulega bara ótrúlega samstillt átak þó ég segi ég er ekki sammála því og mun aldrei verða sammála því að við tækjum utan þessa þriðju bylgju faraldurs með þeim hörmungum sem því fylgdu, manntjóni og sorgum og öðru slíku þegar ég tel að við hefðum ekki þurft að gera það. Og ég tel ennþá að það var ótímabært að ætla að reyna að rétta við til dæmis ferðaþjónustu sem var í rauninni dæmd úr leik allstaðar út allan heim, ekki bara hér. Þannig að ég segi hins vegar núna með bóluefninu sem að koma fyrr en við heldum en samt sem áður ótímasett, við höfum ekki hugmyndum, það er ekki nóg að panta bóluefni fyrir miklu fleiri heldur en landsmenn telja. Við þurfum líka gjarnan að fá að vita hvenær verðum við bólusett og hvað er hæft í því sem til dæmis Kári Stefánsson er að segja. Ég tek undir hvert orð sem Kári segir og vona líka að ég hafi rangt fyrir mér þá eins og hann. En það yrði væga sagt dapurt með að við alla þá baráttu og alla þær fórnir sem við höfum fært þá samstöðu og þá von sem við erum að byggja núna á bóluefninu ef að við skildum að þurfa að ganga í gegnum árið 2021 án þess að vera komin með það hjarðónæmi sem að okkar góði sóttvarnalæknir kallar eftir. Ég óska honum sannarlega til hamingju með þá nafngift sem hann er að fá hér í dag vegna þess að hann er svo sannarlega skylda en ég hef talað skýrt og ég vildi óska þess að á mig hefði verið hlusta meira vegna þess að þá værum við líka ekki nákvæmlega í þeim sporum sem við erum í dag hvað margt varðar og ég ætla nú ekki að fara dýpra út í það. Katrín, veist þú meira það hvenær bóluefnið kemur í nógu stórum skömmtum? Þú talaðir við Pfizer-menn daginn. Er það mál komið eitthvað lengra heldur en mátti heyra á sóttvarnalækni rétt áðan eða hvar erum við stödd?
Já, ég vil nú kannski segja það að mér finnst nokkuð skýrt hvar við erum stödd og það hefur verið lögð sérstak áhersla á að gera þær upplýsingar aðgengilegar. Þær eru aðgengilegar með þessi á sérstakri heimasíðu, bóluefni.is, þar sem hægt að fylgjast með framþróuninu frá degi til dags og hún hröð. Aldrei nokkuð tíman hefði ég sagt hér í lok febrúar að ég vænti þess að við værum byrjuð að bólusetja fyrir lok árs. Aldrei hefði ég vænst þess. Þannig að þetta auðvitað stórkostlegt afrek sem við erum að sjá í þróun bóluefnis sem sýnir það hvers vísindin eru megnuð þegar fólk tekur höndum saman. Það sem við höfum gert og þú ákvörðun sem við tókum var að vera í samfloti með Evrópusambandinu og Noregi það að semja við ólíka aðila. Af hverju gerum við það? Jú, vegna þess að við vitum í raun og veru ekki þegar lagt af stað hvernig nákvæmlega þróunin mun takast og við getum rifjað það upp að AstraZeneca var það bóluefni sem var mest rætt að myndi koma fyrst framan á ári en síðan það Pfizer í raun og veru sem ríður á vaðið. Síðan erum við að sjá töluvert ólík vandamál milli landa. Við erum að sjá Pfizer bóluefni sent út til ólíkra fylkja í Bandaríkjunum en það næst ekki að koma því út vegna þess að innviðirnir eru ekki fyrir hendi og það sem við höfum bent Pfizer á að því að samhliða því að vera í þessu samstarfi þá höfum við bent þeim á þessa möguleika með þessa sterku innviði sem við eigum og þessa möguleika í raun og veru á því að bólusetja hér bæði hratt og fylgjast mjög náið með þeim sem eru bólusettir í vísindaskyni og það var í raun og veru efni míns fundar með Pfizer sem síðan var tekið áfram af Kára Stefánsyni og Þórólfi sóttvarnalækni. En hvernig mun þetta fara? Ég hef sagt að ég get ekki lofa neinu að því við erum að sjá hlutina að þetta breytast tiltölulega hratt. Það var verið að skrifa undir samning við Moderna bara í gær. Ég hef væntingar til þess að á fyrri hluta þessa árs munum við sjá meiri hluta landsmanna bólusettan út frá því sem við höfum bara í höndum núna. Sigmundur Davíð, þú hefur verið svona gagnrýnin á þetta. Hefur þið fundist ríkisstjórnin eiga að taka meira sjálfstæðar ákvarðanir út frá pólitíkinni eða stjórnmálum og minna frá sóttvarnalækni? Ekki varðandi sóttvarnir. Ég held að verið skynsamlegt hjá þeim að eftirláta sérfræðingum að stjórna þeim málum og við höfum í rauninni búið við að miklu leyti sérfræðingaveldi hérna á Íslandi þetta árið. Og þau hafa náð töluverðum árangri í því og þetta borgarstjórinn í Reykjavík ekki logi. En ekki taka þessu nýla. En allavega, varðandi bóluefnið, þá held ég að stjórnvöld hefði átt að beita sér meira. Og þurftu að beita sér til þess að tryggja Íslandi aðgang að meira bóluefni í tæka tíð. Það gerðu til dæmis Bretar sem að í margar vikur hafa verið að bólusetja fólk og tala nú að þeir geti farið að lifa eðlilegu lífi fyrir páska í lok mars. Sem dálítið ólík sviðsmynd miðað við það sem við búum við eða okkur sagt að jafnvel í lok næsta árs verði aðeins takmarkaðar hluti örlítið brot landsmanna bólusett. Þetta einhvað sem þarf að laga og stjórnvöld þurfa að beita sér í því. Stjórnmálamenn þurfa að beita sér til að, rétt eins og í Bretlandi, tryggja nægt bóluefni í tæka tíð. Í tæka tíð auðvitað grundvallaratriði í þessu. Katrín, hafið ekki verið að beita ykkur nóg? Að sjálfsögðu höfum verið að beita okkur. Ég veit ekki hvort við eigum að horfa til Bretlands þegar kemur árangri við í baráttunni við þessa veiru. Ég er ekki viss að það sé besta fordæmi þegar við lítum til þess hvernig árið hefur gengið hjá þeim. Svo ég segi það, en ég ætla að segja það að hér var tekin ákvörðun að gera þetta í samfloti með öðrum þjóðum. Það er vissulega rétt. Ég tel að það hafi verið rétt ákvörðun. Ég tel að við eigum meiri möguleika þannig og það er mér rökin fyrir því eru meðal annars þau að við gátum ekki séð það fyrir hvaða bóluefni framleiðandi yrði hraðastur og snegstur að þróa bóluefni, né heldur hver virknin yrði nákvæmlega. Þannig að við þurfum auðvitað að horfa þetta, þetta hárrétt sem sóttvarnalæknir segir hér. Hluti af þessari baráttu ófyrirsjáanleikinn og stjórnmálamenn verður þetta að temja sér það að við þurfum að geta verið sveigjanleg og við þurfum að geta bragðist hratt við. Við höfum hins vegar annars vegar verið í þessu samfloti og hins vegar gætt okkar hagsmuna í hvívetna, meðal annars með þessum beinu samtölum sem við höfum átt, því það er okkar hlutverk. Og ég ætla að segja það hér að ég er ekki sammála því mati að við verum hér með örlítinn hluta þjóðarinnar bólusettan fyrir lok ársins 2021. Ég held að það muni verða öðruvísi og ítreka það sem ég sagði hér áðan að út frá stöðunum eins og núna eru allar væntingar mínar til þess að meiri hluti þjóðarinnar verði bólusettur á fyrri hluta ársins. Ég vona það og ég reyndar held það líka, en það var maðurinn sem þið senduð að semja bóluefni, meðal annarra,
sem að hélt þessu fram í fjölmiðlum. Þannig að vonandi leysist úr þessu, en það getur á einhverjum tímapunkti... Sáu hvernig ég sannfærðan Sigmund bara með einni lítilli ræðu. Hældi í þessu Sigmundur. 25. september á næsta ári. Ég er bjartsýnn, sko, ég vil vera bjartsýnn, en það þarf aðgerðir. Og það ætti að vera farnar af stað áður og stjórnvöld ætti að beita sér, eins og þau hafa gert í öðrum löndum, þar sem að þau nýta fullveldi síns lands til þess að tryggja nægt bóluefni í tæka tíð, í stað þess að semja við einhverja... Það ranta að treysta á Evrópusambandið. Ég held að sé alveg ótrúlega heimskulegt að eyða tíma hérna. Ég var að ræða hvort að Íslendingum eða Bretum eða öðrum þjóðum vegna betur. Okkur hefur tekist vel upp hérna, en við skulum líka gera okkur grein fyrir því að við erum eyja út í miðju hafi. Við erum fámenn í stóru landi, við erum með eina gáttin í landið, þannig að það er margt sem hefur unnið með okkur líka. Og mér finnst það ekki maklegt að vera ráðast á Breta eða aðra fyrir að hafa einhvern veginn ekki náð sömu tökum á hlutunum. Þau búa bara við aðrar aðstæður. Ég vil þó segja það, við höfum verið heppin. Við höfum búið við sérfræðiteymi sem hefur sýnt auðmýkt, það hefur sýnt hógværð og það hefur beitt þekkingu og það er eitthvað sem við þurfum kannski að læra betur hérna inni. En loka niðurstaðan af þessu ári er hins vegar sú að hugsunum jafnaðarmanna það að saman getum við gert þetta, ekki sitt í hverju lagi, það er það sem mun ráða úrslitum. Við skulum bráðum fara að skipta... Ég verð að fá að biðja Breta afsökunar af því ég skynja það að Logi er ekki hress með þetta. En auðvitað eru aðstæður mjög ólíkar milli landa, að sjálfsögðu. Halda okkur við þá staðreynd sem er alveg rétt, að við erum fá. Og í þessari fyrstu bólusetningu, þá erum við annars vegar búin að bólusetja alla framlínu heilbrigðis eða nær alla og alla íbúa á hjúkrunarheimilum sem var sá hópur sem við ætluðum að verja hvað mest. Þannig að nú þegar erum við í allt annari stöðu heldur en flest lönd. Já, og þess vegna eigu á að vera auðvelt fyrir okkur að segja nákvæmlega hver magnið er og hver tímalínan er, af því við erum svo fá. Okkar kerfi á að fungera miklu hraðar, þannig að ég tek undir með Sigurður Inga, við eigum að geta gert þetta miklu hraðar og miklu betur og miklu skýrar. Og ég þarf að stoppa ykkur hér og við þurfum að taka okkur stutt hlé og svo höldum við áfram eftir smástund. Já, við erum sammála að árið 2020 hafi verið mjög skrítið og fordæmalaust og það eru örugglega fáir sem eiga eftir að sakna þess. Okkur langar svona að enda kryddsíld ársins á að ræða hvað ykkur fannst erfiðast persónulega, hvað áskoranir voru ykkur erfiðastar á þessu ári og jafnvel hvað þið hlakkið mest til á því nýja. Ef við byrjum bara á þér Þórhildur Sunna. Já, við fengum til okkar nýjan hvolp á heimili. Það er búið að vera heldur betur áskorun sem hefur reynt á mig svona persónulega, ef ég segja því. Og það kemur nú einhver annar nýr inn á árinu. Já, það er nú kannski tilhlökkunar eftir næsta ársins. Það er að það fjölgar hjá okkur í fjölskyldunni og ég á von á barni í febrúar, þannig að það er mikið tilhlökkunar efni og við hlökkum rosalega til að fjölga í fjölskyldunni. Við ætluðum að gifta okkur í ágúst síðastliðnum en ákveðum að fresta því og búa bara allir barn í staðinn og ég held að það hafi verið bara ágætis ákvörðun. Þá verðum við bara fleiri þegar við göngum í að heilaga næsta sumar. Ég vona að þær gangi eftir, spotnar hjá forsætisráðherra og okkur verði óhætt að fagna með vinum og fjölskyldu og ef svo er þá hlakka ég mjög mikið til að gera það líka, að játast ástinni minni. Það eru margir sem þurftu að fresta stórum viðburðum á síðasta ári. Logi, er það eitthvað sem þú þurftir að gera? Kannastu við það? Nei, sko, ég er auðvitað einn af þeim sem er nokkuð heppinn. Ég hef ekki mist vinnuna og ég hef feikilega há laun. Þetta hefur erfiðast fyrir það fólk sem hefur mist vinnu og mist tekjur. Ég hef þó þótt að breyta ýmsu. Ég hef ekki heimsótt fjölskyldu minna jafn oft og ég get norðið til Akureyrar í haust til dæmis. En kannski eru plúsa við það er enn meiri ástríða þegar við hittumst, ég og hjónin, en þrátt fyrir allt sko þá er þetta býsna auðvelt fyrir okkur sem erum í þessum forréttindahópi að komast í gegnum þetta. En ég get ekki hugsað og hugsað til enda hvernig þetta hlýtur að vera þau sem eru búin að missa kannski 40-50% af sínum ætluðum tekjum. Það er stóra verkefni næsta árs. Það er að tryggja að það fólk komist í gegnum þetta án þess að fjölskyldur þeirra verði fyrir varanlegu tjóni.
Bjarni, það kom fram á árinu, reyndar í morgun heimsókn Sindra Sindrasonar til þín, að þú ferð í líkamsrækt flesta daga, flesta morgna. Þú endarlega þurft að finna aðra leið til þess að æfa þig á morgnana. Jú, það var bara hreinlega lokað og ekki það nú neitt sérstaklega til þess að kvarta undan. Maður fer bara út undir beran himinn og notast við aðstöðu heima fyrir. En einhverjum tímapunkti ætlaði ég nú að halda 50 afmæli mitt hér í þessum sal og svo kom bara óveður og tók það frá mér. Reyndar, sko, þegar að kom að því að senda út boðskortin, þá vorum við búin að finna aðra staðsetningu. Ég verð bara að segja alveg svo það var ekkert sérstakt erfitt persónulega á þessu ári. Ég líti ekki á það sem mikil vonbrigði að komast ekki í world class. En hins vegar var nóg til þess að gleðast yfir, eins og til dæmis að eignast lítinn afa, dreng og nafna. Það auðvitað stórkostlegt, það það sem lífið snýst sko. Að hlúa sínum nánustu fjölskyldunni og sjá fólk í kringu sig blómstra og fylgjast með krökkunum sínum skipta skólastig og fást við nýjar áskoranir. Þetta auðvitað það sem að gefur lífinu gildi og sjá hundinn sinn eldast og allt þetta og eignast hvolpa. Þannig að ég verð að segja alveg svo þetta hefur verið ofboðslega krefjandi ár í vinnunni, ofboðslega krefjandi. Sko, viðskiptaráð hélt viðskiptaþing árið 2019 þar sem að var lögð áhersla á að það væri svona lítið útsýni einhvern veginn. Stjórnun á tímum óveðurs eða hvað það var, sko, ég man ekki nákvæmlega hver yfirskriftin var, en það var lagt upp með það að það væri lítið skyggni ekkert. Og ég var að hugsa til þess á þessu ári að þessi viðburður, hann var eiginlega haldinn árið og snemma, sko. Það var árið 2020 þar sem að maður hafði aldrei nema nokkra daga fyrir fram að sig til þess að hugsa og skipuleggja næstu skref. Og þar held ég að ríkisstjórnin hafi gert ótrúlega vel við erfiðar aðstæður og verið sveigjanleg og komið með úrræði sem að pössuðu við aðstæðurnar eins og þær þróuðust. Og það hefur verið kallað mikið eftir fyrirsjáanleika á þessu ári sem að líða frá stjórnvöldum, en þið getið þá kannski einbeitt ykkur að fyrirsjáanleikanum á því næsta. Vonandi. Það einkennir sum þeirra úrræða sem við vorum að lögfesta núna undir lok árs að þau eru varanleg og þau standa, vegna þess að við gerum ráð fyrir því að áhrifa veirunar verði vart alveg framundi mitt næsta ár og við erum að segja að þessi úrræði standa á meðan áhrifin eru. Þannig að því leytinu til erum við búin að lögfesta sko, fyrirsjáanleikann fyrir marga, en við sitjum öll í sömu óvissu súpunni hvað varðar nákvæmlega þetta sem að varðar bóluefnið og virkni þess. Ég meina það að nýjasta í Bretlandi, þetta nýja bóluefni sem þau eru að taka í gagnið þar. Nú umræðan öll það að virknin sé ekki nema rúmlega 60%. Katrín, forsætisráðherra færði í fangið 100 ára krepp. Voru einhverjir dagar eða bara mínútur í dögunum sem þú hafðir fyrir sjálfa þig? Já, ég hef ekki undan neina kvarta. Ég var að hugsa þetta meðan þau voru að tala hvernig þetta hefði allt virkað svona fyrir mig persónulega og í sjálfu sér er ég mjög ánægð með manni minn og börni mín. Þannig að ég er mjög ánægð með að eyða tíma með þeim. Það kom til eins fremur harkalegs rifrildi sem tengdist því að við höfum pantað húsgagn á netinu sem við höfum aldrei gert áður, eins og örugglega margir hafa gert. Og við samsetningu þess húsgagns þá eiginlega fuðraði allt upp og því ég held að það hefur verið vegna svona töluverðar mikillar samveru. En ég meina, ég get ekki kvarta, það var eina svona stóra rifrildi á árinu sem ég man eftir svona því ég lít tilbaka. Þannig að við höfum bara uppgötvað það bara hvað það merkir að vera fjölskylda, hvað það er ótrúlega dýrmætt. Ég saknaði þess að hitta vini mín ekki meira því ég á frábæra vini sem ég finnst stórkostlegir allir með tölu og það er leiðilegt að geta ekki hitt þá meira. En svo gerast nýjir hlutir og ég varð fyrir því óláni og var dálítið eins og ég væri 7 ára þegar ég lenti því að fótbrotna eða greinast með fótbrot sem ég hefði gengið á í upphafi sumarleyfis míns og ég var mjög reið og sagði þetta er nú alveg típist fyrir þetta ár, sagði ég. Sá fram á fremur leiðinlegt sumarfrí þar sem ég myndi lesa einhverja bækur meðan þeir væru að skemmta sér. Nema hvað, og þar sem ég var haldrandi þá er ég haldrandi á ægisíðunni eitthvað að bölva og hitti þar konu sem sagði Katrín Jakobsdóttir, nú tekið því hlaupaþjálfun þegar þér er batnað.
Og það hef ég gert og segi það besta við öll ár að maður getur alltaf átt tækifæri á að segja já við því sem svona ber til manns og það skilar alltaf einhverju frábæri. Þannig að ég hef undanfarna sunnudagsmorgna verið í stílæfingum í hlaupum og ég segi ekki að ég sé næsti Usain Bolt en ég hef tekið stórkostlegum framförum. Já, margir hafa lært eitthvað nýtt á þessu ári, bara neyðin kennir naktri konu að spinna og allt það. Sigmundur Davíð, eitthvað nýtt sem þú lærðir? Já, þetta búin að vera ný reynsla fyrir okkur öll og af því að spurðu upp að við hvað hefur verið erfiðast við þetta ár, þá þetta að heyra frá fólki eins og við gerum öll stjórnmálamenn sem að upplifa þetta mjög sterkt á eigin skinni, missa vinnuna, jafnvel fyrirtæki sín, fólk sem er búið að leggja mjög mikið undir í að byggja þetta upp og það tekur á mann. En ef ég á að svara varðandi mig persónulega, þá hefur þetta haft þau áhrif að ég hef alveg hægt að hreyfa mig á árinu og á endalausum Zoom-fundum, mæti ekki í ræktina, fer ekki inn út að ganga og held ég búin að bæta á mig í dag 10 kílóum á þessu ári. Guð minn almáttugur. Var áður búin að losna við 30, þannig ég ennþá 40 plús miðað við það. En áfram með persónulegu áhrifin þá hefur þetta haft áhrif á vinnuna manns, stjórnmálin, og mér gremst að almenn stjórnmálaumræða mjög mikilvæg málefni hafa eiginlega alveg gleymst á þessu ári, fallið í skuggan af kórónuveirunni. Auðvitað eðlilegt að umræðan snúist að miklu leyti hana, en við mögum ekki gleyma öllu hinu. Því áður en þetta byrjaði voru mjög mörg mál komin á þann stað að það þurfti aðgerðir, það þurfti að bregðast við, þurfti að hjálpa litlu fyrirtækjunum og landbúnaðinum og svo framvegis. En það hefur einhvern veginn alveg gleymst í þessum faraldri og má ekki verða raunin á nýjárinu. Þorgerður Katrín, þú vonast til þess að kosningarnar muni snúast eitthvað annað en veiru? Já, kosningarnar verða að gera það. Við verðum að þora að líta til framtíðar og fara í raunverulegar umbætur sem hafa þýðingu fyrir íslenskt samfélag og við erum að tala um persónulega reynslu. Stjórnmálin, mér finnst þau vera vanmetin vettvangur. Ég var ekki búin að vera í þessum bransa svona lengi ef ég bara eins og raun ber vitni nema það væri eitthvað sem væri gefandi, það væri eitthvað heillandi. Og hluta af því einmitt að því að það alltaf verið að spyrja þessar persónulegu spurningar líka sem að þú ert búin að vera að spyrja aðra stjórnmálaforingja hér. Hvað hefur þetta haft áhrif á því? Já, af því að hversdagsleikinn, hann hefur áhrif inn í starfið. Og það ákveðin ögrun fyrir okkur forystufólk stjórnmálaflokkana að reyna að hlusta á hversdagsleikan hjá fólki, alls konar fólki sem þú þekkir ekki heldur og tengja það inn í starfið og reyna að gera betur, gera meira. Og það var líka ögrun og ég þakklátt Katrínu fyrir það einmitt að hafa sagt að mér finnst og ég sammála henni þegar hún segir stjórnmálin stóðu svolítið vaktina líka, við klikkuðum ekki. Það voru ýmsir sem sögðu við mig í byrjun faraldurs, þið verða að halda áfram að vera bara á móti. Nei, ég ætla ekki að vera á móti því sem að ríkisstjórnin er að gera vel, frekar styðja, koma með ábendingar, hún hefði mátt hlusta meira, eiginlega hlusta miklu betur og allt það. En þetta er sjarminn við pólitíkina og stjórnmálinu, það er svona þessi tenging, þessi brúarsmíði á milli hversdagsleikanna, á milli fólksins okkar hérna út í samfélaginu. Og stjórnmálana og það er þess vegna sem að ég vil hafa áhrif og til þess að gera betur. Persónulega, bara eins og alltaf, bara börnin mín, þau eru mjög ólík og þau eru öll að styrkja sig á sínum forsendum og ég er bara óendanlega þakklát fyrir það, það er eiginlega þannig. Ég er fegin að kveðja þetta ár en ég lærði líka að meta ákveðna hluti betur heldur en ég hef gert og með það veganesta ætla ég bara að vera sterkar enn í nýja ári. Sigurður Ingi, hvað segir þú? Já, þetta er náttúrulega, ég vil byrja að taka undir með Loga og fleirum að auðvitað er það erfiðast, þó að það sé kannski ekki beint persónulegt af því að við erum í vinnunni og höldum okkar launum að horfa upp á og heyra í öllu því fólki sem hefur orðið fyrir miklu meiri áhrifum af veirunni. Hefum við þurft að kljást við það að minnka samskipti við okkar nánustu og það hlakkar maður auðvitað mest til að geta gert með öðrum hætti á nýja ári, með eðlilegum hætti. Viðspyrnan, hún mun snúast að stóru leyti það að það sem við erum að fara að gera á næsta ári er að
einmitt að þessi fjölmörgu fyrirtæki okkar sem eru lítil og meðalstór, sem ekki 90% þeirra, að þau fara að blómstra og við þurfum kannski að gera eitthvað meira fyrir þau. Í það minnsta þurfum við að horfa á það hvar sóknarfærin eru og þau eru víða í íslensku samfélagi. Persónulega, af því þið spurðuð áðan hvort maður hefði gert eitthvað nýtt, þá hefði ég sömu áhyggjur á aðrir að maður sæti bara á Zoom-fundum og hreyfði sig lítið. Þannig að ég keypti mér hjól í nóvember og er búinn að vera að hjóla eins og villsingur í hálkunni, stórhættulega, núna í síðustu mánuði. Þannig ekki enn farið að hafa áhrif en kunni nú að hjóla fyrir eins og við þekkjum. Það kom nýtt afabarn á árinu sem maður hefði auðvitað viljað geta átt enn meiri samskipti við en hefur svona haldið sig hæfilegri fjarlægð en þó auðvitað nálgast og ég tók til dæmis ekki þátt í 30-afmæli sonar míns fyrra sumar af því að ég var að reyna að passa mig en var reyndar í hestaferð á sama tíma því að maður það líka að komast og kúpla sig frá þannig að það var ekki allt alvont við þetta ár en ég hlakka svo sannarlega til þess að kveðja þetta ár endaði nú á því að flytja sonnettu sem ég setti á samfélagsmiðla eftir aðstoðarmann minn Sigtrygg Magnússon. Það hef ég aldrei gert áður, að flytja ljóð í pólitík og þar endar það einmitt á því að ég gleðjist yfir að kveðja þetta krefjandi ár og fagna svo sannarlega þessu nýja og það verður fullt af tækifærum og viðspyrnan verður sterk af því að ríkisstjórnin er öflug. Menn færðu smáar og stóra fórnir greinilega og gerðu nýja hluti á árinu. Inga, kórnuverin, hún drap nú niður fæti nálægt þér, dóttir þín sýktist. Hvernig hefur svona árið verið fyrir þig? Bara ömurlegt. Ég ætla ekki að vera svona rosalega jákvæð að finnast allt svona skemmtilegt í COVID-árinu. Nei, það er bara búið að setja allt á hliðina hjá mér. Ég hefði til dæmis, já, eins og bendir á réttilega, dóttir mín, hún fær COVID hana strax í fyrstu bylgju. Hún er hjúkrunarfræðingur og þeir eru nú svo miklu töffarar að þau liggja nú frekar einhvers staðar hjá garði hálfdauð án þess að leita sjálf hjálpar. Þannig að þar sem að maður forðaðist nú heimilið hennar eins og heitan eldinn, þá náttúrulega vissi maður ekki hversu óbúslega mikið veik hún var. Eftirstöðvarnar hjá henni voru líka og eru enn til staðar. Hún situr uppi með svona eftirstöðu COVID og nú ég í sumar, í júlí, þá tek ég föður minn til mín sem er yfirlega nýraður. Nú, ég tók dóttursoninn til mín, son dóttur minna sem var með COVID, þannig að í rauninni var þetta ár allt í rugli. Ég var að reyna að kenna honum í skóla sem hann gat ekki sótt vegna þess að hann gat náttúrulega ekki mætt í skólan til að koma heim til okkar, það náttúrulega sagði sig sjálf. Þetta var allt skrítið og ég segi nú eins og Sigmundur, ég er nú búin að safna því líka spikinu á árinu og ég hef bara aldrei lent í öðru eins og ég er ekki komin á hjóli til Guðslánsins, ég er nú ekki mjög góð á því en kannski að það væri kyrrstætt. Ég get náttúrulega að fara á þrekkjólið en einhver hluta vegna þá höfum við verið á endalausum Zoom-fundum, já, og ég er náttúrulega í fjárlaganefnd og ég tek undir með Bjarna. Þetta er búið að vera gríðarlega krefjandi ár í alla staði og í vinnunni. En ég hefði gjarnan geta farið meira í þingi því á tímabili þá bara gat ég ekkert mætt í þingi og var bara heima í sjálfskipaðri sóttkví. Þannig að mitt hjarta slær svo sannarlega í takti með öllum þeim sem að hafa þurft að vera nánast í einangrun. Nú jólin núna, áramótin og allt saman. Hjá mér er þetta náttúrulega bara allt saman í ruglinu. Ég er ekki með börnin mín og barnabörnin og við höfum alltaf haft alveg stóra risa fjölskyldu gleði jóla og áramót. Það hefur verið sannkölluð fjölskylduhátíð. Við erum í spurningakeppni langt fram á nótt og rífumst og skömmumst og hlæjum og erum alveg bara yndisleg. Ég sakna þess alveg gífurlega mikið og svo er ég náttúrulega lítinn snilling sem er rétt ríflega eins og hálsás gamall sem að ég hef bara séð einhvers staðar hlaupandi á túninu fyrir utan grindverkið og svo kannski, þið vitið náttúrulega að við erum komið þá tækni að sjá þau í fjarlægð í gegnum tölvu og annað slíkt en að öðru leyti og við sjáum það öll sem hér erum líka tengslin okkar við fólkið okkar út í samfélaginu sem að hefur kosið okkur og er þess valdandi að við sitjum hér, við höfum miklu síður geta verið í nánd við það og gefið af okkur til kjósenda okkar og annað slíkt. Þannig
að ég segi þetta ár fyrir mig, ég ætla ekki að vera eitthvað að skafa utan af því, það var bara ömurlegt. En hins vegar árið 21, það verður náttúrulega bara algjörlega frábært og ég ætla að vona það að Katrín sjái til þess að við verum öll búin að vera stungið í sundur og saman að þessum bóluefnum fyrir mitt árið. Að ég og Kári höfum snarlega ránt fyrir okkur og þau viti allt hvað þau eru að gera þó að séu engar tímasetningar komnar á hvenær bóluefni kemur. En framtíðin byggir í endurreisninni okkar sem að verður flott og mikil viðspyrna og ég hef fulla trú á því. Samstaða, bjartsýn og bros, bursið frá þessu leiðilega ári fyrir mig. þá segi ég bara gleðilegt nýtt ár við alla vegna þess að það verður frábært. Skildi þetta verða að við bara fáum bólusetningu í hjarðónum og ég veit ekki hvað er það fyrsta, til hvers hlakkið þið? Fyrstu utanlandsferðarinnar í talsverðan tíma? Hittast á þinginu. Faðma fólk, takast í hendur. Takast í hendur og faðma fólk. Já, faðmast og knúsast. Faðmast og knúsast. Sammála. Og hitta fólk á þess að hafa áhyggjur af því Fá að halda fundi. Var rögvert í það. Nei, alveg, ég er farin að sakna það svo mikið að halda fundi. Ég hlakka til að kórinn komi saman, þingkórinn sem átti að vera löngu farin að syngja. Segðu, en svo held ég bara að við hlökkum öll til þess að fá bjartari tíð og það er búið að ræða hér ítrekkað atvinnuleysið. Það verður stóra verkefni ársins 21. Hvernig við sigrumst á því og tryggjum að fólk geti bara haft afkomu og haldið áfram að lifa vel í þessu góða landi. Greiðum skuldir ríkissjóðs, hvernig við ætlum að gera það líka. Já, þær eru orðnar einhverjar. Það eru orðnar einhverjar og það er stóra verkefni framöndan. Já, þótt að árið 2020 hafi verið krefjandi, þá verður árið 2021 einnig krefjandi í þessari uppbyggingu, gerir ég ráð fyrir. Já, það er auðvitað að eyða peningum skattgreiðenda, það er aðeins erfiðara að spara og búa til ný verðmæti, en það verður verkefni. En tíminn núna var réttur til að gera nákvæmlega þetta. Það er hægt að sameina þetta tvennt. Það er hægt einhvern veginn að spyrna fótum frá botni, nálgast þessi erfiðu verkefni sem við þurfum að glíma við vegna loftslagsáhrifa og annars slíks, en líka átta okkur á því að við þurfum að gera það saman, Sigmundur Davíð. Og það gerum við með heilbrigðu efnahagslífi og eðlilegri samneyslu. Fullt af tækifærum á Íslandi. Fullt af tækifærum. Þetta er nú að verða ágætis loka orð held ég bara hjá okkur eftir þetta undarlega ár. Kryddsíldinni er að ljúka. Mér langar að þakka gestum okkar hér, formönnum flokkana. Mér langar líka að þakka Sjálandi fyrir þessar veitingar. Ég held að hreindýrið hafi smakkast ágætlega. Heyrði ekki betur áðan. En ef við ekki taka forskot á sæluna og kveðja þetta ár, þó að síðu nokkrir klukkutímar eftir og kannski skála ekki fyrir þessu ári, heldur fyrir því næsta. Skál fyrir og megið það verða betra. Skál fyrir því. Það máttu nú kannski vara okkur við. Það er sem sé komið tími til að kveðja héðan úr Sjálandi við Arnarnesvoginn. Það sem við höfum verið á þessum síðasta degi ás sem að, kannski fæstir sakna en gleymist örugglega seint. Við þökkum gestum okkar og ykkur sem hafi verið með okkur í dag og á árinu öllu samfylgdina. Bríett slær botninni í Kryddsíld með laginu Esjan og með henni sem fyrr Robin Pollock á gítar. Gleðilegt nýtt ár, hvar sem þið eru, förum nú varlega, reynum það, hittumst heil á nýju ári 2021. Tveir þreyttir fætur toga hvern annan í dag. Eftir breiðan vegi sem liggur í öfuga átt. Gróðurinn grætur og þögnin segir svo allt síðan tekið, samt svo mikið ósagt. Ég sver að grasið var grænna og fjallaðan hér ég nú. Allt svo litlaust og grátt. Ég get litað og litað fram á einsamt og gefið allt sem ég var, því að Esjan falleg en ég
svo hægt því þú kemur strax aftur til mín. Ég sver að grasið að grænna og fjarlægðin hér ég nú. Allt svo litlaust og grátt. Ég get lítið og litað fram að þeim sem þú og gefið allt sem ég á. Því að sjálf er falleg en ekki fallegri en þú. Hvernig augun þín glitra eins og hafið svo djúp að stingur í hjartað að vita ég sé ósinn. En ég vil að þú vitir að ef að þú kallar þá veist að ég kem aftur. Kemur leið aftur heim. Kemur leið. Kemur leið aftur heim. Kemur leið. Ég vissi ekki hvað það er.